Eyvi, ertu að hugsa löngu liðin jól? Ha? Nei, ég að hugsa þessi jól. Mikið vildi ég að við getum sett eitthvað undir þetta fallega tré handa krökkunum okkar. Þau verða svo vonsvikin. Okkur leggst eitthvað til. Já, ég vona það. Ó, nei. Hei, Sigga, ertu sofandi? Nei, ég var að horfa á stjörnurnar. Bjössi, vaknaðu. Jólin komin? Hvað er aðgótti? Þið trúið ekki því sem ég var að heyra. Þess vegna var pabbi svona undarlegur. Ég vissi að þetta væru erfiðir tímar, en ekki svona erfiðir. En við verðum að gera úr þessu heimsins bestu jól einhvern veginn. Nú, hvernig? Við skulum gefa pabba og mömmu heimsins bestu jólagjöf. Allt í lagi, hvað ætti það að vera? Gerið það allt nema kettling. Krakkarnir og foreldrar þeirra óskuðu sér þess sama jólagjöf, að geta glatt hvert annað. Vandamálið var að þau fylgdu skynseminni en ekki hjartanu. Og þótt skynsemi sé yfirleitt góðra gjalda verð, ætti hjarta nú samt að ráða ferðina á jólunum. Er þetta ekki sætt, ha? Ég gef nú ekki mikið fyrir þess að nútíma dansa. Ég verð enga stund, elskan. Hvert þetta fara svona snemma? Ég ætla að bregða mér í kaupstaðarferð. Ég get ekki hætt að hugsa Siggu og Bjössa. Einhvern veginn verð ég að gefa börnunum mínum einhverja jólagjöf. Æ, elskan, taktu þetta ekki nærri þér. Þau skilja þetta. Þetta eru góðir krakkar. Já, en þau eru að vaxa svo hratt úr grasi. Leif mér að útskýra þetta. Manstu hvað þú fékkst í jólagjöf þegar þú varst 9 ára? Því gleymi ég aldrei. Ég fékk nýjan sleða. Mér langaði svo mikið í sleða að ég trúði ekki mínum eigin augum þegar ég opnaði pakkan og sá hann. Það var eina mestu sælustundum lífs míns. Það er það sem ég á við. Skilurðu ekki? Við höfum ekki mörg ári í viðbót til að veita Siggu og Bjössa samskonar sælustundir. Brjótum nú heilan öll. Hvað getum við gefið pappa og mömmu í jólagjöf sem gleður þau mjög mikið? Já, og við verðum að brjóta heilan þegar jólin er að koma. Við vitum það, Gotti, þú þarft ekki að minna okkur á það. Vitið þið hvers ég óska? Hvers? Ég vildi óska við getum keypt aftur öll dýrin sem pabbi var að selja þegar bankinn innheimti lánið. Hei, leikli, hægan. Hvað er að? Já, það er mun friðsælla hérna án þeirra ef þú spyrð mig. Svínið hraut og kýrin varð alltaf að eiga síðasta orðið í öllum rökræðum. Já, og gæsin elti mig út allt ef ég reyndi að fá mér af kornin hennar. Jæja, en við eigum ykkur 2 þá ennþá. Það er nú samt einu dýri nóg mikið ef þið spyrjið mig. Enginn var að spyrja þig, stúfur. Hvað það? Höldum okkur við efnið. Hvað eigum við að gefa pappa og mömmu? Já, það væri frábært ef við getum gefið þeim eitthvað sem þau vanhugar eins og nýjan bíl, í staðan fyrir gömlu drusluna. Já, blæjubíl stóran og skerrauðan með stereogræjum og sætum sem á halla aftur. Kannski ekki svona langt aftur. Ég veit hvað þau myndu vilja. Draumaferð. Til Parísar. Þau getur farið í aðra brúðkaupsferð. Já, þau getur skoðað Eiffel-turninn.
Bjössi, hann heitir FL-turnin, ekki FL-turnin. Ó, ég held að það væri FL-turnin af því hann er feikilega langur. Ég veit alveg hvað pabbi ykkar sár vantar. Hvað? Glænýja dráttarvél til að plægja akrana. Já, það væri frábært. Já, hvort það væri. Og gjafirnar sem glöði myndum kaupa. Já, glæstan eðalvað. Og ferðalagið flott. Og hlut sem gerir gagn. Og fóður væri gott. Ó, jæja. Svo ótal margt þau gerði glöð í bragði. Spánýir spari skór eða gullpenningar 3. Og úti sundlaug stór. Ostabakki dýr. Maður má eiga sér drauma. Við gleddum þau ef gætum hér og nú. En gjafir fá þau ekki bráð og ástæðan sú. Já. Peningar. Já. Það eina sem okkur vantar. Ó, það. Og ost. Það ekki hægt að þræta fyrir það að Sigga hafði rétt fyrir sér. Þau átti ekki græna neyri. En í kaupstaðnum stóð pabbi þeirra frammi fyrir nákvæmlega sama vandamáli. Hann sá margt fallegt sem hann langaði mjög mikið til að gefa krökkunum, en allt kostaði það of mikið. Satt best að segja var hvað sem of mikið þessi jól. Langar svo að ljómi þau af gleði. Ef útsal í dag, ég gæti unnið í sólarhring. Æ, þetta ekki til neins. Ég á ekki túskilning. Sé hér ekkert sem ég gæti keypt. Sér hvert lítið gleðibros í hjarta mitt greypt. Ó, en fallegt. Hvað kostar hann? Tja, sjáum til. Þetta ódýrt, en því miður samt ódýrt fyrir mig. Þetta skrítið. Þig langar í rugguhest en mig vantar alvöru hest. Það? Ég þarf að fara með fullan sleða leikföngum sveitirnar hér í kring fyrir jólin. Og pabbi tók ákvörðun. En kannski hafði ást hans á Siggu og Bjössa slæm áhrif á dómgrind hans. En það voru jú jól og hann langaði að gleðja börnin sín. Þetta hundfúlt. Allt sem vit í kostar peninga. Já, nema það sé músagildra fyrir fram að það. Ég veit. Munið eftir sleðaferðinni sem pabbi sagði okkur frá að hann hefði alltaf farið á jólunum. Já. Munið hvernig hann brosti. Hvað ertu nú að hugsa, væna mín? Hlustuðu nú á mig. Ég fekk hugmynd. Við þurfum verkfæri, teppið hans Krissa og málningu. Bjössi, verkfærin hans pappa í skúrnum. Gotti, náðu í saumadótið henni mömmu. Krissi, hjálpaði mér að taka vagninn í sundur. Þannig að bæði Sigga og pabbinar vissu hvernig þau ætluðu að bjarga jólunum. Gallinn var að hugmyndirnar fjallu engan veginn saman. Ekki frekar en þetta þríhjól. Sjáðu nú til. Pinni A fer í gat B. Náðu því.
Hvað? Jæja. Sigga og Bjössi hófust nú handa við að setja gjöfina sína saman með dyggri aðstoð Krissa og Gotta. Þau negldu þau máluðu og þau saumu og sungu á meðan. Hvað, mamma? Mér datt í hug að þau myndi vilja Takk. Bless. mat. Æ, nú jæja. Hvað eru þau að bralla? Það er eitthvað mikið leyndarmál. Þau hafa verið að þessu í allan dag. Nú, já, ég verð að fara þangað inn. Ég fann loksins lausn á því hvernig hægt er að bjarga þessum jólum. Og hver er hún, elskan? Það kemur í ljós. Vá, sjáu þið bara. Sá er fallegur. Bara nokkuð snoturt. Vá, gerðum við þetta alveg sjálf. Mikið hlakkaði til að sjá framan í pappa og mamma á jóladag. Þegar við spennum Krissa fyrir sleðan og bjóðum þeim í sleðaferð. Þetta verða jól sem pappi gleymir aldrei. Halló! Fljót, fyrir sleðan. Sæl, börn. Sæll, pappi, hvað vantar þig? Mér vantar Krissa. Nú er það. Til hvers? Mér þykir það leitt, en ég seldi hann. Já, dómgrein pappa var ekki alveg upp á sitt besta. En hann var bara að reyna að gleðja Siggu og Bjössa. Og hann vissi að Krissi færi á gott heimili og nú hafði hann efni á að kaupa gjafir handa öllum. En hann var svo mikið að reyna að breyta rétt að allt var einhvern veginn öfugsnúið. Næsta dag kom maðurinn í leikfangabúðinni með hestakerru og sótti Krissa. Svona, elskan. Nú þarf Krissi að fara. Þú mátt ekki fara með hann. Aldrei! Svona, ljúfan, látt ekki svona. Ef pabbiðin segir að þetta sé fyrir bestu, þá er það svo. Æ, Sigga. Ég veit að þér þykir vænt Krissa eins og okkur öllum, en vertu óhrædd. Honum á eftir að líða vel á nýja staðnum. Elskan mín, ekki gera þetta erfiðara en það er orðið. Bless, Krissi. Ég mun sakna þín. Æ, og ég mun sakna þín, væna mín. Bless, bless, Krissi. Vertu sæll, stráksi, og vertu góður. Jæja, þú virðist vera síðasta dýrið á bænum. Mér var ekki alvara þegar ég segði það væri einu dýr og mikið. Það veit ég vel. Ég vona að þú fáir osti í jólagjöf. Vertu róleg, elskan. Bíddu, ég gleymdi næstum. Pabbi, ekki. Ég vil að þú eigir þetta til minningar með okkur. Ó, hvernig ætti ég að geta gleymt þér, væna mín? Þetta var sorglegasti aðfangadagur sem Sigga hafði lifað. Og bara því að pappa hennar langaði til að gleðja hana. Já, margt fer öðruvísi en ætlað er. Bless, Krissi.
Sigga,